Og þá það liður 18, samþykktir fastanefnda 2022 vegna stjórnsýslu breytinga, skipulagsráð og það bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér eins og áður verið að gera nafnabreytingar í tengslu við stjórnsýslubreytingarnar. Nokkrar breytingar eru á 5. og 7. grein sem ég ætla að fá að lesa upp með leyfi forseta og snýra heimildum skipulagsráð til fullnaðar ákvarðana. 5. grein. Skipulagsráð afgreiðir eftirtalin verkefni skipulagslaga nr. 123/2010 án staðfestingar bæjarstjórnar, samanber 2. málsgrein 7. greina skipulagslaga. 1. Ákvörðun hvort að gerð sé tillaga að deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi til samræmis við innkomin erindi með vísan til 38. greina skipulagslaga. 2. Samþykkt og kynning lýsinga deiliskipulags samkvæmt ákvæðum samanber 1. til 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga. 3. Ákvörðun og samþykkt óverulega breytingar á deiliskipulagi samkvæmt 2. málsgrein 43. greina skipulagslaga. 4. Ákvörðun hvort að við útgáfu á framkvæmda eða byggingarleyfi sé heimilt að víkja frá kröfum breytingu á deiliskipulagi eða grenndarkynningu þegar svo óveruleg frávik er að ræða að hagsmunir nágranna skerðist í engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn samanber 3. málsgrein 43. greina skipulagslaga. 5. Ákvörðun samkvæmt 44. greina skipulagslaga útgáfu byggingar eða framkvæmdaleyfis þar sem deiliskipulag er ekki í gildi en framkvæmdin er í samræmi við landnotkun, byggðamunstur og þéttleika byggðar. 6. Ákvörðun heita á götum, vegum, torgum og hverfum samkvæmt 47. greinar skipulagslaga að fengin umsókn nafnanefndar. 7. Ákvarðanir samkvæmt 48. grein skipulagslaga skiptingu landa og lóða. 8. Ákvarðanir samþykkt á framkvæmdaleyfi samkvæmt 13. grein skipulagslaga þegar deiliskipulag liggur ekki fyrir. Og 9. Ákvarðanir samþykkt á útgáfa á framkvæmdaleyfi matsskyldra framkvæmda samkvæmt 14. greina skipulagslaga. 10. Ákvörðun að staðfesta stöðvun skipulagsfulltrúa á framkvæmdum sem hafnar eru án framkvæmdaleyfis. Framkvæmdaleyfi brýtur í bága við skipulag eða það er fallið úr gildi samanber 53. grein skipulagslaga og 11. Ákvörðun að beita dagsektum í samræmi við 54. grein skipulagslaga. 7. grein skipulagsráð afgreiðir eftirtal verkefni laga mat á umhverfisáhrifum númer 106/2000 án staðfestingar bæjarstjórnar og það er númer 1. Veitir umsögn matsskyldar framkvæmdir samkvæmt 5. grein laganna. 2. Veitir umsögn framkvæmdir sem kunna vera háðar mati á umhverfisáhrifum og tilgreindar eru í flokki B í 1. viðauka laganna. Og 3. Tekur ákvörðun samkvæmt 7. grein laganna hvort framkvæmd sem háðir framkvæmdaleyfi eða byggingarleyfi samkvæmt skipulagslögum eða mannvirkjalögum og tilgreind er í flokki C í 1. viðauka laga mat á umhverfisáhrifum skuli háð mati á umhverfisáhrifum. Annað er það ekki þessu breytingu sem ég ætla að fara yfir og samþykktin er hér með lögð fram til samþykktar. Bæjarfulltrúi Halla Björk Reynisdóttir hefur lokið í máli sínu og orðið er laust. Það sem enginn hefur hvatt sér hljóðs þeir sem geta samþykkt framlög drög að breytingum og samþykkt fyrir skipulagsráð vinsamlegast gefið merki og það eru 11.